sem var notað til þess að þjóðin okkar megi heyra, vita, skynja og skilja að það Guð sem stendur á meðal okkar. Þeir sem hafið ekki peningi eru bara með kortin, þið getið farið fram og það vélinn sem tekur á móti öllu. En hugsun mín í dag, hún tengist svolítið því sem við erum að heyra í fréttum. Það svolítið athyglisvert að Gaza yfirleitt í fréttum á Íslandi. Og við höfum ekkert endilega verið að tengja okkur við Gaza. Þetta ekkert staður sem við sjáum að tengist mikið kristnum hugmyndum eða okkar skilningi á trú og náð Guðs. En Gaza, það svolítið merkilegur staður. Þetta tekið af orðinu Assa. Einn af konungunum í Ísrael var kallaður Assa, Ussía eða Assa, og það þýðir hinn sterki. Og Gaza virðist hafa verið svona í gegnum tíðina svona ákveðin mótstaða gegn öllu því sem að gyðingarnir voru með. Við vitum að Gaza það var ákveðið fólk sem að trúlega flúði Grikkland eftir að Þeba sprakk eða Santorini. Það var í mjög miklu eldgosi svona kringum 1500 og 1600 fyrir Krist að þá sprakk eyjan og það myndaði svo mikil flóðbylgja að hún eyðilagði menningu Grikkja á þeim tíma. Það fór yfir eyjarnar og Grikkir þeir sátu allt í einu eftir þeir sem eftir lifðu að það var ekkert eftir hann að bara flýja eyjarnar því að Grikkland var ónýtt eftir þessa miklu sprengingu. Santorini enn í dag mjög svona skemmtilegur staður til að ferðast til. Skipi liggja núna í gígnu, þau sigla inn í gíginn og þarna eru skip og þeir horfa upp í hæðirnar, ætli sé ekki að horfa upp í alltaf 200 til 300 metra háan kant sem var einu sinni áður fyrir þessi eyja. Jafnvel kölluð Atlantis, þeir sem voru að spekula í því. En þegar fólki flúði, þá fór það yfirleitt til Egyptalands eða fyrir botn Miðjarðarhafs. Og þau segja að það sé fólkið sem að byggði Gaza voru kallað Filistíar. Við vitum ekki alveg hvað í sanna í þessu, en þetta það sem að sagnfræðingar hafa komist næst. Þetta svona útskýring þeirra. Svoleiðis að Gaza þýðir hinn sterki og þetta var hinn sterka andstaða við gyðingana. Nú gerist það hjá okkur að við erum mjög oft með svona hugmyndir sem að virðast vera eins og bak við tjöldin og við erum ekki alveg með klára útskýringar á öllu því að við sjáum ekki inn í andaheiminn en við höfum svona ákveðna vísbendingar að það sem að við megum tala það birtist hér á meðal okkar. Til dæmis tjaldbúð Móse, hún á að vera skírskotun inn í andaheiminn. Móse sá inn í himininn og hann sá tjaldbúðina og hann bjó til jarneska tjaldbúð til þess að útskýra hvað hann hafði séð, hvernig himininn lítur út. Og við eigum í þessari sögu mjög merkilega sögu og tengingar og við skulum fara þess vegna í Dómarabókina, 16. kapitula. Dómarabókin kemur þarna á eftir Jósúabókinni og þetta svolítið skemmtileg saga vegna þess að hún ein af þessum, við getum sagt eins og þessum trúarlegu ævintýrum sem menn eru ofta að tala því að hinar sterku sögur Gamla testamentisins, þau eru gjarnan vísa til þeirra sem mýtur, þeir kalla þetta mýtur, af því að þeir trú ekki í raun og veru hvað sagan að segja. En nú ætla ég bara að taka söguna eins og hún sögð í Biblíunni og ég tek hana bara sem sanna sögu. Hún að sýna mér hvað gerðist bak við tjöldin eða hún að sýna mér frá hugmynd sem Guð var með löngu áður en við skildum hann eða við áttum okkur á hvað var að gerast.
Og við sjáum að þessi saga tengist Gaza. Og hvað sagt þá? Það segir svona í fyrsta versinu í Dómarabókinni 16. Samson fór til Gaza. Þá sá hann portkonu eina, gekk inn til hennar. Þá var Gazabúum sagt svo frá, Samson hér kominn. En þeir umkringdu hann og gjörðu honum fyrirsát alla nóttina í borgarhliðinu, en höfðu þó hljótt sig alla nóttina. Og takið eftir, það tvennt sem að vekur athygli mína svona í upphafi, að Samson, það þýðir hinn virðingaverði, hinn máttugi, hinn sterki, hann kemur inn í Gazaborg, inn í vígið styrkleikans, og hann byrjar á að gera sama og njósna menn á dögum Jósúa, þegar þeir komu inn í Jerikó, þá hitta þeir og fara inn í heimili portkonu. Og portkona hefur ekkert verið það sem að við köllum svona virðingaverð kona eða kona í góðri stöðu. Þetta kona sem að getur sagt, hún var kannski lauslát, hún seldi sig, eða það var eitthvað við þessa konu sem að menn vildu helst ekki tengjast, en þeir gátu notfært til hana. Oft á tíðum þá Guð að tala til Ísraelsmanna og hann að senda skilaboð gegnum spámennina, og þá Ísrael sagðu verið eins og hórkona eða portkona, þeir eru sagðu vera ótryggur og ótrúr líður. Og við getum tekið þá mynd af portkonunni að Samson, hann þá eins og þessi virðingaverði aðili sem fer til portkonunnar. Nákvæmlega eins og þegar Jesús Kristur kom í þennan heim, þá kom hann í heim gyðinga. Og þeir voru ekkert endilega allir með honum, þið vitið. Þeir voru búin að grípa tækifærin í gegnum aldirnar og fara í alls konar trúarævintýri, bæði frá Filistum og Baldyrkun og fleira. Þetta var ekki hinn trúaði líður. Portkonan þessum dæmi Ísrael. En hvað gera þeir þegar þeir koma og sjá að það að Samson komin inn í Gazaborg? Jú, þeir gera ráðstafanir, og það svo athyglisvert að þeir segja að Samson hér kominn, en þeir umkringdu hann og gjörðu honum fyrirsát alla nóttina. Þeir lágu fyrir honum, nú skildi kallinn ekki sleppa. Því að hann var búinn að elda grátt silfur við Filistea, og þeir höfðu harmað hefna. Svo Samson kominn allt inn í ríki óvinarins. Og hvað gerist þarna? Sjáum fylgjumst aðeins eftir með þessari sögu. Og þá segir, þeir voru þarna alla nóttina, með því að þeir hugsuðu, þegar birtir að degi skulum við drepa hann. En Samson svaf til miðrar nætur. Svaf ekki alla nóttina. Hann svaf til miðrar nætur. Hvað gerist þá? Á reis hann á fætur, þreif hurðirnar að borgarhliðinu ásamt báðum dýrastöfunum, kippti þeim upp ásamt slagbrandinum og lagði á herða sér og bar þær efst upp á fjallið sem gengt Hebron. Og þetta var talsverð vegalengd. Og að bera borgarhliðið á herðunum með slagbrandi og öllu, þetta var að ég álít bara hátt í 200-300 kíló. Svo kallinn hefur verið alveg firna sterkur. Eitthvað gerðist, eitthvað kom yfir hann sem gerði að verkum hann gat þetta. Og í mannlegum skilningi þá segja menn, já, þetta bara mýtan, svona eru trúarsögurnar, þetta eru trúarbrögðin. En ég vil aðeins taka þetta lengra. Ég vil aðeins skyggnast bak við tjöldin og ég vil fá að skoða hver var meiningin, hvað gerðist þarna? Þegar borgarhliðið eða dyrnar eru teknar, þið vitið, þá var borgin bara opin. Hún gat ekki haldið neinum inni. Það var enginn sem gat sagt, heyrðu, nú ferðu ekkert út eða nú kemur þú ekki inn, því það var bara galopin leið inn og út múrinn. Og portið, hliðið sjálft, það var svo sem skilið eftir, en dyrnar voru teknar. Og mér finnst þetta mjög athyglisverð frásaga vegna þess að þetta gerist í fyrsta lagi miðjanótt. Þegar
lágnættið eða þegar mesta dimman þá gerist þetta. Og þegar ég fór að lesa þessa sögu, þá svona kom til mín. Þetta bara ekki nokkuð líkt því sem Jesús Kristur gerði? Vegna þess að þegar við komum við skulum koma í Mattheusar Guðspjallið og við skulum fara hvar við, 16. kapitulan, þá Jesús Kristur með lærisveinum sínum í Sesaríu Fílippi. Og Sesaría Fílippi var alveg ótrúlegur staður, því að þar voru einmitt verstu guðsdýrkanir eða helgiathafnir í Ísrael. Sesaría Fílippi var byggð upp af mönnum sem voru með þá trú sem við köllum Pan-dýrkun. Og Pan, guð Grikkja, var þannig guð að hann tengdist öllu skrýtnu og óeðlilegu kynlífi. Sá sem dýrkaði Pan, hann gat verið með samkynja, hann gat verið með dýrum, ef við tella fleiri upp, þannig að það var alveg ótrúleg sóðaskapur sem fylgdi Pan-dýrkuninni. Þetta var í Sesaríu Fílippi. Og þangað fer Jesús með lærisveina sína, þar sem að allur þessi hrærigrautur var, og hann byrjar að spyrja, hvern segja menn mig vera? Og það farið í sögurnar, hvað sagt í Ísrael? Jú, sumir segja þetta, þú ert einn af spámönnunum, aðrir segja hitt, en þið, hvern segir þið mig vera? Spyr þá Jesús lærisveina sína. Og þá segir Pétur, þú ert Kristur, sonurins lifanda Guðs. Og takið eftir því hvernig þetta kemur fram, komum í 18. versið í Mattheus 16, og þá segir Jesús þetta svona við þá, þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína. Og þá vegna þess að Pétur var búinn að segja, þú ert Kristur, sonurins lifanda Guðs. Og það ekki punktur hérna í setningunni, heldur bætir hann við. Og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Ég veit ekki hvaða biblíu þýðingu þið eru með, en gömlu þýðingarnar alveg fram til 1964, þær sögðu einmitt, en hlið heljar munu ekki á þér sigrast. Hlið heljar eða máttur heljar. Og ég fór að velta fyrir mig, getur það virkilega verið að sagan Samson, sem fór inn á Gaza og tók hliðin og bar þau í burtu og setti þau upp á Hebron, að þetta sama mynd og við erum að tala að Jesús Kristur gerði þegar hann dó. Þá steig hann niður til heljar. Og hvað var hann að gera þar? Og við fylgjum þessu aðeins eftir og komið með mig nú í Efesusbréfið, 4. kapitula og 8. vers. Og þá finnst við alveg geta sagt að við fáum svona ákveðna fyllingu í söguna, Hebreabréfið 4:8, og þá segir Páll postuli með þennan skilning, því segir ritningin, hann steig upp til hæða, hertók fanga og gaf mönnum gjafir. Þannig að við sjáum alveg að það tala að hann steig upp, hertók fanga, hvað voru ykkur fangar uppi? Fór hann kannski strax niður til heljar, til þess að rífa dyrnar upp, taka þá sem að hel geymdi, og hann fór með þá úr ríki dauðans og flutti þá upp í ríki hins himneska sonar, ríki himinsins. Og mér finnst ég alveg sjá þetta út úr versunum. Hann gaf mönnum gjafir, hertók fanga, gaf mönnum gjafir, svo bætir það við, en steig upp. Hvað merkir það annað en hann steig einnig niður í djúp jarðarinnar? Svoleiðis að Páll postuli með sínum skilningi og sagan Samson á Gaza, það bara farnar að hljóma eins. Það sem að menn og gyðingarnir sáu að Samson gerði, það var það sem Jesús Kristur gerði í andanum. Hann reif upp hlið heljar til þess að flytja þá sem að dóu í trú, en áttu ekki greiða leiðin í himinin, hann flutti þá upp til himins. Höfum við samsvörun í þessu.
komið með mér nú í Mattheusar Guðspjall, við skulum fara í 27. kapitulan, þá segir Mattheus frá afskaplega merkilegu atriði. Þannig að þetta meir og minna í blaðsíðum Biblíunnar, sú mynd sem að ég að draga upp, sem sameinar okkur í því að skilja hvers vegna Samson fekk að bera borgarhliðin á Gaza í burtu. Og þá sjáu þið hvernig þetta sagt í 27. kapitula og 52. versinu. Grafir opnuðust og margir líkamir helgra látinna manna risu upp. Og í hvaða tilefni var þetta? Jú, þetta einmitt í kaflanum þegar Jesús Kristur líður og deyr og hann stígur niður til heljar. Þá rifnaði fortjaldið. Grafir, tventu ofan í frá og niður. Grafir opnuðust og líkamir margra helgra manna risu upp. Eftir upprisu Jesú gengu þeir úr gröfunum. Þannig að við krossdauða Jesú var gríðaleg breyting í hinu andlega. Menn sáu þetta ekki endilega með berum augum því það var lágnætti, það var miðjanótt sem þetta gerðist. Og þá sjáu þið hvað gerist þegar myrkrið sem mest. Þá vill Guð grípa inn í. Og þegar við erum að tala vakningar elda sem menn vilja kveikja og fá fólk til þess að taka við kristinni trú og bera virðingu fyrir Jesú Kristi hinu sterka og virðulega, þá eru menn oft á tíðum að segja, já, þetta eru bara helgisögur, við trúum ekki þessu sögum, við viljum bara fara eftir okkar eigin skilningi. En Biblían, hún með miklu merkilegri sögur heldur en okkar eigin skilning. Hún með opinberun sem þú getur séð í gegnum fortjaldið, gegnum það sem gerist í andaheiminum, að mönnum ekki augljóslega, en það var geymt í ritningunum. Því að það sem að Guð gerði, hann var búinn að láta spámenn sína vita. Alveg eins og við vorum að rifja upp með Amos áðan. Guð gerir ekkert öðru en að láta spámenn sína vita. Og það sem að Samson fekk að gera, hann þarna spámanlegi maðurinn sem að fer inn í ríki óvinarins, tekur hliðið eða tekur dyrnar og hurðin flutt í burtu. Það var galopinn múr. Og vitið þið annað? Samson kallaður dómari. Hvað þýðir nú dómari hjá okkur? Gjarnan dómarinn einn af þeim sem hann situr upp í hásæti eða hann situr og dæmir menn. Okkur finnst þetta mjög neikvætt orð. En orðið dómari í hebresku líka orðið frelsari. Það sama orðið í hebresku, það heitir sofet. Og dómarabókin einmitt full af sögum af mönnum sem komu inn í kringumstæður og breyttu þeim. Réttu hlut þeirra sem kúaðir voru. Réttu hlut þeirra sem voru á valdi óvinarins. Þeir komu inn og gáfu mönnum sigur og gjafir og umbreyttu kringumstæðunum nákvæmlega eins og Jesús Kristur gerði. Hann kom inn í þennan heim til þess að líða og deyja fyrir synduga menn og rétta hlut okkar. Gegn hverjum? Gegn óvininum, gegn djöflunum, gegn dauðanum. Þar var valdið sem kúað okkur. En þið vitið alveg hvað Jesús segir við Nikodemus. Því svo elskaði Guð heiminn. Hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir, þarf ekki meira. Glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og svo sjáum við þessa mynd birtast hjá okkur, hvernig Samson breytir kringumstæðunum með Gaza, hvernig Jesús Kristur stígur niður til heljar, slær upp öllum dýrum og tekur inn á trúuðu og flytur þá með sér upp til hæða. Og þess vegna getum við sagt, þeir eru ekki lengur í ríki dauðans, þeir eru í hendi Guðs. Þegar við förum hérna, og við deyjum, þá það öllu líkindum að við förum ekki inn í ríki dauðans, heldur í ríki Guðs. Við förum héðan og í hendi Guðs. Svoleiðis að í augum okkar,
Á dauðinn ekki að vera endaslagið eða lokaslagið og vonleysið. Þetta á að vera bara að við stígum yfir frá þessu lífi og inn í hið næsta. Hver opnaði okkur dyrnar? Hver opnaði okkur leiðina? Hver tók hurðina í burtu? Hver gerði að verkum að ríki dauðans nær okkur ekki? Jesús Kristur. Þennan Jesú erum við að boða. Þetta er það sem við erum að tala um. Myndin er geymd í dómarabókinni, hugsið ykkur. Löngu áður en menn gátu séð hvað framundan var. Hann var búinn að opinbera spámönnum sínum hvað Jesús Kristur ætlaði að gera og þetta tengist réttlætinu okkar, ferðinni okkar, verki Jesú Krist sem að við eigum hlutdeild í. Amen. Ég ætla ekki að segja þetta mikið meira en þetta, en það er einn staður eftir sem ég veit mjög merkilegur. Páll postuli reynir þetta. Ég ætla að enda á því að fara með þér í Postulasöguna 9. Hvað er Páll postuli að gera þar? Í Postulasögunni 9 þá sjáum við þegar sagan ber okkur inn til Damaskus. Í 9. kapítulunum er sagt þegar Páll postuli fer til Damaskus. Hvað í ósköpunum var að gera þar? Jú, hann var komin í þeim erindagjörðum, hann fór frá Jerúsalem til Damaskus til þess að ofsækja kristna menn. Setja þá í fjötra og fangelsi og jafnvel flytja þá til Jerúsalem. En hvað gerist á leiðinni? Jesús Kristus stoppar hann og hann opinberast honum og segir Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Hver er þú, Herra, að ég ofsæki? Og þá er Jesús Kristur að verja söfnuð sinn. Og hvað gerist síðan? Jú, Páll postuli verður blindur, hann er fluttur inn í Damaskus og Ananías er sendur til hans til þess að biðja fyrir honum. Og þá er eins og hreistur hrynja af augum hans og Páll postuli fær sýnina að nýju. Og hann fór að vitna fyrir gyðingum og það var bara ekki vel séð. Þeir höfðu bara ekki ánægju af að hitta þennan mann sem var allt í einu orðinn kristinna trúar. Hann er bara allt í einu orðinn óvinur gyðinga. Og það er afar óheppilegt þegar hinir útvöldu líta á Jesúm Krist sem óvin sinn og líta á hennar kristnu sem óvini sína. Það er svo merkilegt með Netanyahu. Ég veit ekki hvaða álitið hafið á hennu núna, en okkur er sagt allavega að álitið sé afskaplega lítið hér á Íslandi á Netanyahu. Hann er metinn einna mestu glæpamönnum samtímans. Og hvers vegna? Kannski vegna þess að Netanyahu sagði, hinir Biblíu trúuðu, þeir eru bestu vinir Ísraels. Hinir Biblíu trúuðu eru bestu vinir Ísraels. Og það er einmitt hefur reynst vera rétt, að við sem að treystum Biblíunni, við stöndum með gyðingunum. Ekki endilega því þeir eru eitthvað réttar heldur en aðrir, heldur að því að þeir eru eign Guðs. Og þeir eru tengdir spádómunum endurkomu Jesú Krist. Og nú er Páll postuli í Damaskus fyrir 2000 árum og hann er að vitna fyrir gyðingunum. Og sjáu hvað þetta er merkilegt þegar kemur að 24. versinu í þessum sama kafla. Þá segir í 9. kapitula, ég ætla að fá að lesa frá versi 24. En Sál fékk vitneskju ráðagjörð þeirra. Þá er hann í Damaskus. Þeir gættu borgarhlíðana nótt og dag til að ná lífi hans. Þetta er bara eins og á Gaza, þegar Samson mætir það. En lærisveinandi tók hann nótt, konum honum út fyrir borgarmúrinn með því að láta hann síga ofan í körfu. Þannig að Páli postula er bjargað úr borg óvinarins, úr klóm óvinarins á undursamlega máta. Alveg eins og þér og mér. Við erum í sömu körfunni. Við erum sett í körfuna þar sem að dauðinn og óvinarins veldi og hel og alkoholismi nefnir þetta. Allar þessar syndir sem til eru, þær eiga ekki að ná tökum á okkur. Við okkur er slakað niður frá múrnum og niður í öryggi og í hendi Guðs. Þar eigum við að vera. Það gerist á Gaza, það gerist þegar Jesús Kristur dó, það gerist í Damaskus, það gerist í Keflavík.
Við eigum þess vegna Jesú Kristi alltaf þakka og við sjáum hvernig orð hans að rætast á meðal okkar. Það lifandi og kröftugt, beittar að hverju tvíeggjðu sverði til þess að smjúga inn í innstu fylsni, anda, sálar, liðamót og mergja og dæma hugsanir og hugrenningar okkar. Systkini, haldið í orðið. Látið ekki orðið verða eins og bara trúarbragða sögur eða mýtur. Látið orðið vera lifandi boðskap frá Guði almáttugum. Megi drottinn Jesús blessa ykkur og láta sína náð sannarlega ríkja yfir ykkur og með ykkur. Amen. Við skulum ríksa fæti ykkur svo. Drottinn, ég þakka þér, elskaði Herra, við munum kveikja von og við munum eiga vonina í þér, elskaði Jesús. Drottinn, ég bið þess, elskaði Herra, að við fáum grípið í þig og þú fáir grípið í okkur. Og hvort sem við erum sett í körfu eða við erum að bera byrða, Drottinn minn, þá megum við gera þetta þín vegna. Gerðu þið dýrlegan og hjálpa okkur til þess að bera þér 30-faldan, 60-faldan eða 100-faldan ávöxt, svo við fáum að fagna frammi fyrir þér. Blessaða land okkur og þjóð. Og ég bið þess, Jesús minn, að orð okkar, þau megi hitta þá sem að á okkur hlýða og þeim megi vita að við erum að segja satt. Við erum að tala þinn sannleika sem ævarandi. Hann teygir sig frá fortíðinni og alveg inn í framtíðina, Drottinn minn. Hann fellur aldrei úr gildi. Í Jesú nafni. Amen. Og því segjum við, Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir. Haldið ykkur við þetta, systkini mín. Í Jesú nafni. Amen. Drottinn bless ykkur. Takk fyrir að túlka mig svona vel. Ester alveg dásamleg. Hvar væri Ján hennar? Enda bara á að lofa hann. Það er 3 mínútur. Syngja hérna aftur kórinn.